Þú komst hérna inn með bensínstöðarkaffi. Já, bensínstöðarkaffi sko, þetta orðin einhvers konar, ég veit ekki hvort ég á að segja fíkn eða hefð eða sitt hvort á báðum. Yfirlega þegar ég að fara út eitthvað þá verð ég að stoppa einhvers staðar á bensínstöð og ná mér í einn kaffibolla áður inn í fer á þann stað sem ég er að fara á eða gera það sem ég ætla að fara að gera. Og ég veit ekki af hverju, þetta er eitthvað bara, þetta er eitthvað svona hugrænt. Ég tengi við það. Þú veist, þarna á tímabil þar sem ég gat eiginlega ekki, eða mér finnst svona, ég þyrfti að fá mér ekki endilega allan bollan, en svona smá sopa kaffi fyrir eiginlega allt. Þetta er nákvæmlega það, þetta eru kannski bara 2-3 sopar og svo hendi ég svo kaffibolla, sem er alltaf hræðilegt. En hvað finnst þér sko, ég sá á umbúðunum, þeir eru nú ekki að sponsa mig, en kosta, sko, leiðið sé kosta umbúðun, þá segja, þetta er eitthvað aðeins betra bensínstöðarkaffi. Nei, alls ekki nefnilega. Okay. Alls ekki, sko. Af því ég er svona, ok, cool. Mér finnst ekki cool að þessi að breyta, sko, að fara frá, ég heldur að það voru ekki með te og kaffi. Ég er samt ekki viss, sko. Jú, góða punktur. Mér finnst þess að þeir hafi verið með te og kaffi og svissa svo yfir í kosta, sem ég veist ekki endilega mjög góður, þú veist, það er ekki eitthvað frábært slæt, sko. Nei. En þetta kosta kaffi að því sögðu, þau alltaf kosta kaffi bara ekkert gott. Nei, sko, mann það er bara alls ekki gott, sko. Leiðilegt, sko, eins og með kaffitár í bankastrætinu, sko, þú veist, mér finnst það alltaf gott og bara bæði kaffitár og te og kaffi, sko. Mér finnst alltaf eins og það var líka kaffitár upp í Lífstöð. Akkurat. Nú er bara eitthvað að seka Fredó eða þarna, sko. Ja, þetta er orðið pínu. Það hefði verið gaman að við hefum, þú veist, einhvern veginn reynt aðeins að halda í þetta. Það er að koma Starbucks. Það er að koma Starbucks vissulega. Ég las það allavega og ég er búin að lesa oftar en einu sinni og við séð það þessum fréttamilum, sko. Ég samt, sko, ég get endilega neitt mikið meiri trú á því heldur en, sko, Dunkin' Donuts til dæmis. Dunkin' Donuts er svona ekki kannski alveg á sama stað. Er Dunkin' Donuts farið á hausinu? Það er langt síðan, sko. Ég er sko hér heima. Já, ég meina við erum eiginlega eina landi í heiminum þar sem að McDonald's náða að fara á hausinn. Já, franchise er svo dýrt, víst, sko. Það er svo dýrt að borga fyrir að eiga bara, þú veist, dýrta logoð í rauninni. Skildist mér. Ég veit ekki, ég einhvern veginn að því, sko, ég kaup mér aldrei kleinurringi. Þannig ég er ekki tísa Dunkin' Donuts að fara á hausinn. En ég er mjög mikil kaffemaður og einhvern veginn að því ég talandi bara, þú veist, það búið að venja fólk við eitthvað. Og þá held ég að Starbucks á góðri staðsetningu, sko, sé að fara að ganga. Heldur það? Góð spurning. Kannski eru túristandi sem eru að koma til Íslands meira, einmitt svona leita að einhverju, þú veist, en oft er það bara vaninn. Reyndar þegar þú segir það, sko, en ég meina, hvað er langt síðan að Dunkin' Donuts hafi verið svo mikið mjög aftur að því, sko, ég man ekki hvort það eru kannski til innan við 10 ár, skulum við segja. Það reyndar var reyndar voru ekki kannski svona sjúklega margir ferðamenn fyrir 10 árum eins og eru núna í dag. Nei. Það var ekki alveg kannski komin þessi massi, sko. En einhverja síður, það var mikil túrismi og það gekk ekki upp. Nei, góða punkt. Það var alveg sjúklega amerískt. Það er ekki jafn kannski Evróst og Starbucks. Nei, ég myndi halda allavega. Nei, Starbucks er náttúrulega komið, sko, líka í Asíu og alls það. Ég bara á heimsvísu hlýtur að vera. Sko, og líka út af því það sem Starbucks er fyrir mér, því nú er ég búin að ferðast, þú veist, líka út fyrir Evrópa og svona, það sem er svo, þegar þú ert einhvers staðar í Mexíkó eða eitthvað, ástæðan fyrir að ég enda oft að köpa með Starbucks er bara, miðan við hinn kaffi og svona, það er alltaf góð loftkæling og alltaf góð internettenging. Þetta er ekki snýrst ekkert kaffi, sko. Og akkurat, já, þá snúum okkur þá aftur að McDonald's sem mitt. Veistu af hverju McDonald's er svona stór og hvað McDonald's í rauninni, sko, gerur út á? Býtu góðu punktur, ég man þetta ekki í svipin en ég hef heyrt þetta. Þeir eru að kaupa fasteignir, þeir eru á fasteignamarkaðnum. Það er bara það að eiga fasteignina, það skiptir einhver máli hvað selur inn í henni. Gróðin er að koma út á fasteigninu sem þú kaupir. Prime location, ef þú hugsar aðeins, skilur, það sem allstar eins og þú hefur mjög mikið ferðast. McDonald's, alltaf prime location, bara í downtown center. Þetta er nánast, sko, þegar maður er að koma í einhverjar eldgamla borgir, þá er hann nánast, sko, búið að breyta domkirkjunni í Starbucks eða McDonald's, sko. Þetta er bara fallegustu byggingar, allt í konar með McDonald's logo. Sjálfsögðu. Þetta er góða punktur með. Það er, sko, ég held, sko, þetta er einmitt, að því að maður læri svo margt, sko, allavega mér veist, ég hafa lært ótrúlega margt, sko, eftir 35 ára
eiginlega meira, sko, eftir síðustu 10 árum, held ég að lært meira lífið, heldur en sko hinn 35 ára undan. Mér finnst það einhvern veginn svona, það kannski weird, ég veit að ég hljóma kannski weird, en svona augum mín fóru kannski opnast meira fyrir svona alls konar hlutum, eins og svona af hverju ganga hlutinur upp eins og þeir ganga upp og af hverju hljómaði kannski svo Ragnar Vestmann einn af skólameisturunum mínum, hann sagði alltaf við okkur, sko, þau verðið að spyrja, það ekki nóg að segja bara já og amen þegar einhver búin að leyfa ykkur að smakka eitthvað eða kenna ykkur að gera eitthvað, þau verðið að spyrja af hverju. Einmitt. Af hverju þetta gert svona? Og einmitt, sko, að því að talandi þessar, sko, einmitt það og þessar skilyrðingar sem að maður getur verið bara í skilyrðingarlúpu á þess að spurja sér nokkuð tíðan af hverju eða breyta til og því við vorum að tala um kaffið, sko, ég fór að tala um hérna kókosvatni sem hérna og Númi félagi minn, hann langar svo mikið að koma kókosvatni núna í unglingan í staðin fyrir orkudrykkina en einmitt bara vanin og líka heila skilyrðingin við að fá koffínið, sko. Já. Þá, hvað sagðir að þú hefði verið 7 ára þegar þú fyrst fyrir kaffi? Ég held, við vorum að rifja upp þér áðan, sko, ég held að ég hef verið 7-8 ára þegar ég drekk fyrsta kaffibolla minn og þá er ég í sveit á á Vopnafirði, á Þorbrandstöðum í Vopnafirði, var það sem gutti frá því ég var 6 ára til svona 12 ára, í 6 sumur í röð, alveg í 2 mánuði alltaf í hvert skipti og ég hugsaði því svona 7-8 ára þegar ég verið að smíða nýja veiðihúsið sem var þá við við Hofsá og þá fæ ég kaffi og brúsa þessum gamla góða termos, skilurðu, þú veist bara sem bara akkurat þessu skyrtaði nema kannski bara rauður og svo mjólk í, sko, maltflösku svona með skrútapa. Já, klassískt. Þetta er alveg brent í hugan og ég man að mér fannst þetta ekki slæmur drykkur. Nei. En það drakk ég þetta alveg, ég vil ekki segja ég hef drukkið þetta standard frá því ég var 7-8 ára, en ég byrjaði mjög snemma, bara leið og ég byrjaði að þjóna eitthvað að ráði 14 ára, þá var ég byrjaði að fá mér kaffi inn í eldhúsi, sko. Já, það er svolítið. Já, og þegar ég byrjaði að læra, þegar ég er að byrja að læra kokkin 18 ára, þá er ég alveg farin að drekka kaffi og ég hef gert frá 16-17. Já. Ég hugsa það. Ekki kannski jafn mikið í dag, en þú veist. Vonandi ekki. Nei, vonandi ekki. Annars að ég minnkaði sennilega bara. Ég var í orkudrykkjónum, sko. Já. Þannig ég var orðinn koffínfíkil áður en ég byrjaði í kaffinu. Svo byrjaði ég í kaffinu kringum 20, sko. Já. Ég nefnilega lærði aldrei þessa og jú, ég man eftir, sko, Magic var náttúrulega eini svona orkudrykkurinn sem ég man eftir, skilur, sem ég drakk eitthvað að ráði, en það var náttúrulega bara í vodka eða eitthvað, það var ekki til þess að, það var ekkert eitthvað að pikk mig upp á morgnana, það var meira svona eftir miðnætti. Já, einmitt, ég tengi Magic við, sko, fyllir í og að læra próf. Magic og Burn. Burn, já. Það er orkudrykkinni sem ég tengi við, allt annað sem kemur á eftir einhvern veginn, hvað er þetta? Því að koma náttúrulega eftir 5 nýjar bragðtegundir hver einustu viku, sko. Það er að pæli að því nú komum við inn á það eftir að þú ert að selja vörur. Ég er að pæli, það er svona nánast svindl þegar að varan þín, sko, því það sem gerist, allir sem þekkja, bara bössið sem þú færð þegar þú drekkur kaffi, sérstaklega fyrsta bollan á mótnana. Akkurat. Að varan þín er alltaf tengd við þessa veljan, sko. Já. Líffræðilegu veljan. Þetta er nánast, þér að pæli að það væri eitthvað, þú veist, ef það væri eitthvað annað en koffín eða nikotín eða eitthvað sem hefði sambærilega áhrif og við værum ekki alveg búin að fatta það og ég myndi koma með vörun á markað sem að myndi alltaf láta það líði svona vel, þú veist, þetta er bara, það getur ekki klikað. Nei, það getur ekki klikað, nákvæmlega. Og það er rosa margir sem tala um þetta, ef við talum vörunar okkar, chili, sko, líðanin sem kemur eftir að þú ert búin að borða mjög sterkan chili er eitthvað svona bliss sem er ekki hægt að útskýra, sko. Það má þá ekki vera mjög sterkur? Jú, en samt sem áður, sko, það skiptir engum máli eins og nú hefur við haldið svona kjúklingasmakkvöld, svona vængjarsmakkvöld heima í okkur í Anda Hot Ones mjög oft og alls konar fólk hefur sest við borðið okkar og smakkað með okkur. Það segja nánast allir það sama. Það er einhver skrítin mellíðuna tilfinning sem fylgir þessu eftir á. Hvort sem það er kannski þegar þú fær loksins ís eða rjóma ís þegar þú ert búinn að smakka alltaf vængina, skilur við. En það er eitthvað ís og það er eitthvað á bak við þetta. Ég veit ekki eitthvað að kemur til mér núna að man ég allt í enn eftir, sko, þegar ég var að horfa á einhverja heimildamynd Indverjana og svona þrúar, það er á einhverjum stað í Ganges ánni þar sem þeir, sko,
maka sér alla út í chili, þannig að það eru rauðir í augunum, allt rautt, sko, og svo faraður hún í Ganges ána. Þetta var að vera bara purification, sko. Algjör purification. Það er örgulega hreina sennilega að vera með chilíin áfram á sig heldur en að fara í Ganges fljótið reyndar. Með hvernig það er statt í dag allavega. Já. En já, ok, áhuga. Þú fyrir að pæli bara hvort að þannig að, þú veist, því maður finnur þetta alveg sjálf, þetta reynsar, sko. Já, 100%. Og ég, sko, ég veit ekki hvað það er, en það er eitthvað sem að kannski hefur eitthvað kannski er búin að borða á mikið af þessu eða eitthvað, en ég er hættur að finna þessa rosa sviða tilfinningu eins og ég fann, sko, og þá er ég að tala um þessum mjög sterku eldpiprum, eins og til dæmis habanero er orðin auðveldur fyrir mig að borða hann, já, þetta var ógerlegt, sko. En þú veist, og svo hugsaði ég náttúrulega mörg ár aftur í tíma, kannski svona 2000, ég veit ekki, 2005, 6, 7, þá er ég að smakka í fyrsta skipti, sko, sriracha sósu á einhverjum asískum veitingastað hérna í bænum, og mér fannst þetta alltaf bara, þetta var svo allt og sterkt, þetta var óætt, sko. Í dag er þetta bara eitthvað, ég fæ mér á allt. Já, þetta venst, sko. Já. Man þegar ég var búin að vera svo, hefur verið í þessum löndum eins og Tælandi og þessum löndum sem er að nota mikið af... Nei, ég á það alveg eftir, sko, ég á Asíu alveg eftir, sko. Mér fannst bara þegar ég kom frá Tælandi í fyrsta skipti eins og það væri ekkert bragð af matnum minna. Það er svolítið þannig og ég, sko, ástæðan fyrir því kannski að þetta að við byrjuðum með okkar vörur eru svo að við fundum undirölduna, við fundum að það var eitthvað að gerast í eldpipar heiminum á Íslandi. Fólk var farið að nota meira, þetta var meira til síni, svo ég tala nú ekki að Óli og Inga sem að rækta allan chilipiparinn okkar í Heiðmörk á Laugaási, að þau voru í fyrsta skipti að ég eiginlega taka bara stökkið og hérna á sama tíma og við vorum eiginlega að taka stökkið, af því að þau eru þau fyrstu sem að ég held ég farið með rétt mál, það var einhver að leiðrétta mig bara eftir á, ég held ég farið með rétt mál, en þá voru þau fyrstu sem að pökkuðu eldpipar í svona lítil box og seldu íslenskan eldpipar út í búð fyrir þessu 3 árum síðan. Það er það sem vakti áhuga okkar, það er einhver sem getur selt íslenskan chili hérna, þá hljótu við að geta selt íslenskan chilisultur, það hlýtur bara að vera. En maður er eitthvað eins og bara díjónsinneb og eitthvað svona, þú veist, það er eitthvað, ég get alveg dottið í tímabil þar sem að ég verði alveg háður því að verður að vera eitthvað svona sem kikkar aðeins inn, sko. Undirtónnin í minnum eldamennsku er alltaf þessi. Það ég verður að vera eitthvað sem að halló, skilur, það er eitthvað sem að sem eitthvað þetta vitundar. Já, eiginlega, það er eiginlega svolítið þannig og svo verður að byggja ofan á það, skilur, hvað en ég ætla ég hafa þetta mjög sætt, ætla ég hafa þetta mjög salt, ætla ég hafa þetta best, eða þú veist, ætla ég hafa að finna eitthvað umami sem að mætist í miðunni. Já, einmitt. Langaði að fara með þangað með næst, talaði hérna kokkin og eldamennsku, en að því við erum að tala styrkleika, þá langaði með að segja smá sögu Össa hérna félag okkar, að því hann státaði þess alltaf svo mikið að ég geta borðað mjög sterkt sem er rétt, hann er einn af þeim sem ég þekki sem borðar hver mest sterkt, sko, hann þolir mjög mikið. Þetta er svo góð punktur að koma inn á líka. En hann hérna var í Tælandi og í Tælandi er svona, þú vilt medium spicy eitthvað, þá er þetta alltaf svona tourist spicy, já, ok, skilur, en hann var alltaf Thai spicy og það endar sem sagt með í eitt skipti að þá er hann í hérna einhverju staða sem er ekki mikið af túristum og þá er fólk úr nærliggjandi húsum farið að koma til að horfa á útlendingin þau trúðu ekki að geta borðað Thai spicy, sko. Og það var nepalsku veitingastæður hérna á Laugaveginum, ég veit ekki hvort þú manst eftir honum. Já, Nepalese Kitchen. Já, hvort ég mann? Sá gæi, mjög góður matur. Hann var með rosa mikið af alls konar ef maður fór að falast eftir því. Akkurat. Spices. Akkurat. Og ég fer hérna með þessa og hann segir, sko, já, ég bara vil það bara most spicy, bara, og gæin er svona, ég ert alveg viss, ég er með mjög mikið spicy. Og hann bara most spicy. Alveg rosa, og svo byrjar hann að borða og hann reyndi svona látur, já, þetta er bara flott, sko. En svo var hann aumur þegar ég heyrði í honum, sko, seinna kvöldi, sko, þá hafði hann bara farið heim og beint á dolluna og bara, hann lá bara eftir þetta, sko. Wow, já. Það er level í þessum leik. Þessi talandi þennan veitingastað, ég og frúi mér ég man ekki hvað hann var að vinna akkur þessum tíma, en það var þannig að þau fóru þarna í vinnun hennar ofta borða á þessu stað
og ég var bara að koma svo oft og hitta kokkinn sem ég man ekki hvað hann heitir akkurat í augnablikinu, en hann lét mig hafa svona kryddstauk með mér heim einu sinni, svona glerkrukku bara af kryddinu sem hann notaði á kjúklingin, og ég man það sem hann sagði að því ég er svona svampur þegar það kemur að eldhúsinu kannski og maturuslu yfir höfuð, að þetta er mín ástríða, hefur alltaf verið að ég læri svona, ég tek svona ok, þetta líst mér á, vá, ég ætla að prófa þetta og hann sagði sko og þannig að mamma mín kendi mér, hann var að segja mér frá, og þannig að mamma mín kendi mér að blanda kryddin eftir árstíðum. Það er ekki bara sama kryddi allan ársins hring. Ef það er mjög heitt úti, þá seti ég hérna, þú veist, ég man ekki hvað það var, eitthvað bling, bling, blong, skilur, ef það er rosalega kalt úti, þá setu við hérna til þess að okkur hittni að innan. Þú veist, það var allt svona út úr pælt, skilur mig, en samt ekki út úr pælt. Bara kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð hefur þróað þetta með sér. Og svo bara, þetta er bara það. Algjörlega. Sem ég finnst svo frábært í eldamennsku og bara, já. Að því líka ef þú ferð, ég hef hitt Ayurveda lækna í, á Sri Lanka og það er alveg þeir líta bara á það sem, þú veist, bara alvöru lækningar og það er mjög mikið verið að þú ert með 3 típur, sko, vata, pitta, kaffa í Ayurveda fræðunum, þeir skoða tunguna, þeir skoða húðina og þá sjá þeir eru á líkamsgerðinina í grunninn eitthvað eitt, en svo ef þú ert búin að keyra þig of mikið í streitu, þá getur þú verið í raun og verið að ýta þér í annað en grunnurinn er. En þá er mataræði sem að hentar þinni grunngerð ólíkt mataræðinu sem að hentar grunngerð einhvers annars. Sko. Sér þetta. Þetta er svo fallegt. Þetta er mjög fallegt. Þetta er svo geggjað, sko. Og það skiptir engu máli hvort þú drepur niður fæti þegar kemur eldamennsku í heiminum. Að hafa allir eitthvað, skilur mig, en samt tengist þetta tengist alltaf ákveðin hátt, við erum alltaf að vinna með það sama, eða vorum kannski alltaf að vinna með það sama, við þurftum að, þú veist, í einu sinni áttu við ekki ískápa, þá þurftum við að finna einhverjar geymsluleiðir, salt er rosalega góð geymslu aðferð, reyking er góð geymslu aðferð, þú sérð salt, söltun og reykingu í alls konar myndum út allan heim, hún er ekki alveg eins allstaðar, en þetta er allt í grunninn það sama. Sem þýðir einhver staðar á leiðinu, þá mótuðustu á sama stað og svo splittuðu við út allt, sko. Einmitt. Ja, þú veist, en hvaðan kemur ástríðan fyrir eldamennsku og talandum svona almennt var mataræði Íslendinga dálítið einhæft svona og bragði lítið, svona, ég man þegar ég var að alast upp, það var bara ísa í potti og salt og pipar og einu kryddin, sko. Já, góð punktur, sko. Mín ástríða kannski mín ástríð, ok, nú ætlum ég að vera alveg heiðarlegur og segja, þetta byggist þetta svakalega mikið á að fá hrós. Ok. Það gerir það, fyrir mig gerði það kannski það til, ég hugsa að það hefði verið það sem kveikti í mér til að byrja með. Ég fekk hrós af því eldaði svo góðan mat. Og í ofanálag fjölskylda mín og hefur alltaf verið það hefur verið hugsað mjög mikið að tala mat og borðað mikið saman og svona, þannig að og fólk hefur verið óhrætt í allavega minni fjölskyldu við að prófa alls konar nýjar maturíslu aðferðir og að segja það og kannski að því að pabbi minn er og var sjómaður og og á þessum árum kannski þegar ég að alast upp svona við svona segja bara 8. áratugnum að þá var hann að koma heim með alls konar fiskitegundir sem fóru bara í ruslið, ætli að leiða mér að segja bara blátt hreint út og eins og til dæmis löngu og blálöngu skötusel og þetta var allt djúbsteikt heima hjá mér og gert með frönskum, við erum að tala 86, 7, 8 eitthvað svona. Var skötusel bara lúxusfiskur, var hann bara henn? Hann fór bara beint í tunnuna, hvað ógeð lítur ekki fallega út, en kjötið er geggjað. Kjötið, þetta er bara betur en nokkur humar sem ég fengi á ævinni, sko. Mér skötuselur í mjög miklu uppáhaldi hjá mér. Já, og þetta kannski bara þetta er sem sagt, já, þetta spila svolítið út frá því að fá hrós fyrir eitthvað sem það eru gert og að vera alin upp við, þú veist, heima hjá mér var tekið slátur og það var keypt lifur af því að hún var ódýr, skilu og það var auðvitað fiskur 3-4 sem við viku af því að hann var ókeypis nánast, hann var ókeypis og Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.